Ég segi 78. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar settan. Verið velkomin. Mættir eru Jónína Magnúsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Eini Jón Pálsson, Oddný Kristín Ásgeirsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Árni Gísli Árnason, ritari fundarins. Við göngum til dagskrár, þar er almenn máli fyrst á dagskrá. Fyrsta máli er sérstakur húsnæðisstuðningur. Á 159. fundi bæjarráðs 12. febrúar síðastliðinn var samþykkt samhljóða staðfesta tekjuviðmið vegna sérstaks húsnæðisstuðnings eins og lagt er til í erindinu. Gefa orðið laust. Engi kveðs í ljós, þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem það gerir, gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Annar mál á dagskrá er styrkir til félagasamtaka fasteignagjalda 2025. Á sama fundi bæjarráðs 12. febrúar síðastliðinn var samþykkt samhljóða félags sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs fullnaðar afgreiðslu mála samkvæmt 4. grein reglna styrki til félagasamtaka vegna fasteignagjalda ef þau varða ekki fjárhag sveitarfélagsins umfram það sem kveðið er á í fjárhagsáætlun. Ekki orðið laust. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs þeir sem það gera, merki, það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er umsagnarbeiðni tækifærisleyfi til áfengisveitinga. Á 159. fundi bæjarráðs 12. febrúar var samþykkt samhljóða staðfesta að umsókn frá knattspyrnufélaginu Reyn tækifærisleyfi til áfengisveitinga uppfyllir skilyrði sem falla undir 10. grein laga nr. 85/2007. Ekki orðlaust. Ef enginn kveður sér hljóðs þá legg ég til að við samþykkjum afgreiðslu bæjarráðs þar sem það gera gefmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er umsagnarbeiðni veitingaleyfi flokki C, veitingastofa og greiðasala. Á 159. fundi bæjarráðs 12. febrúar var samþykkt samhljóða staðfesta að umsókn frá FIA EHF til reksturs veitingastaðar í flokki 2C, veitingastofa og greiðasala Strandgötu 15 uppfyllir skilyrði sem falla undir 10. grein laga nr. 85/2007. Ekki orðið laust. Lagt er til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs þeir sem það gera gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. mál á dagskrá sem eru skráningardagar í leikskólum Suðurnesjabæjar. Á 160. fundi bæjarráðs 27. febrúar síðastliðinn var samþykkt samhljóða tillaga fræðsluráðs að farið verði eftir tillögu 3 í minnisblaði sviðsstjóra mennta- og tómstundasviðs varðandi skráningardaga í leikskólum. Miðað verði við að framkvæmd taki gildi frá og með næsta skólaári leikskóla. Ég gef orðið laust. Magnús Sigfús gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarhúsfurar. Ég er að velta fyrir mig, við erum að tala skráningardag og í minnisblaðinu þá er merkt við það sem trúnaður. Hvernig hefur við að geta rætt gagn sem er trúnaður og opnum fundi. Þannig að verður ekki að létta að minnisblaðinu trúnaðinn ef við ætlum að ræða þetta. Þetta er svona einn hluturinn af þessu, þetta er spurningaform, ég ætla ekki að ræða beint tölurnar og það sem stendur í, mér skilst að það sé trúnaður. En ég finnst alveg hróðalegt ef við ætlum að leggja fram minnisblað og setja það fram sem trúnaðarmál, þá getum við ekki rætt á opinberum fundi, það er ekki hægt. Það er alveg útilokað, í mínum huga. Það er þá að létta á trúnaðinn, en svona eins og þetta er sett fram í öllum tillögunum, hvort það er 1, 2, 3 eða 4, þá er verið að setja þetta þannig upp að vinnutímastyttingin í grunnskólunum, í bæði grunnskólunum og eins í leikskólunum, að draga þetta saman og vinnutímastyttingin komi út á þessa daga. Ég skil þetta þannig. Ég leiðrétti mig þá ef ég er að misskilja hlutina. Ég veit bara á meðal stéttarfélagana þá er þarna mjög grátt svæði. Menn eru bara alls ekki sáttur við að þetta sé viðhaft. Þeir eru að gera þetta í Hafnarfirði, þeir eru að gera þetta í Kópavogi og það er svona viðmiðunin í minnisblaðinu sem kemur fram að þetta sé þarna og þarna. Það er ekki trúnaður yfir því blaði, þar sem þetta er talið upp. En ég veit bara að þetta er á fullu verið að ræða þetta í stéttarfélögunum. Og þarna er grátt svæði og menn munu taka þetta upp alveg eins hérna hjá okkur eins og annars staðar
að það sem unnið umfram 36 stundar vinnuvika, þá þarf að skoða þetta vel og þarna það sem að ræða að það að stéttarfélögin telja að það þurfa að greiða yfirvinnu fyrir það sem umfram 36 tímana, það sé ekki heimilt að geyma þetta tíma á móti tíma. Þannig að vinnuskyldan kannski orðin meiri, þannig að þetta allavega það grátt. Ég kem ekki til með að geta greitt þessu atkvæði. Eins og það þarf að skoða þetta betur og ég held að veri ráðlegast að fresta þessari afgreiðslu. Takk fyrir þetta, Magnús. Fleiri sem kusu ljós undir þessu lið? Ef ekki, þá ber ég upp tillögu Magnúsar að þessari tillögu verði fresta. Varst ekki ósköp því að tillögun er í fresta? Þeir sem það samþykkja að gefa merki. Hún færð með 8 atkvæðum, 6 atkvæðum meirihluta og ykkur situr hjá. Það var nú bara ykkur á móti. Nei, það var nú bara samþykkt með 8 atkvæðum. 10 og aðsluta. Fyrirgefðu. Og ef það ætlar að fella tillögu, þá óskætt mótatkvæði. Já, sagði það ekki, ykkur á móti? Það hefur engin rétt um það. Ykkur á móti, sagði ég. Það rétt ekki. Já, fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Það bara svona. Takk fyrir Magnús Ríkur. Og B-list þá situr hjá. Það ekki rétt hjá mér? Ekki B-list að sitja hjá? Jú. Já. En í sambandi við trúnaðinn. Já, ég hefði haldið að trúnaðurinn hefur afléttlega og þetta var tekið til afgreiðslu í fræðsluröð. En það bara eitthvað sem góð ábending að þyrfti að taka út þegar þetta komið til afgreiðslu og til samþykktar í nefndum og ráðum og þarf að fara að koma til umræðu í bæjarstjórn að þá eðlilegt að aflétta trúnaðinn myndi ég halda. En það þá bara eitthvað sem við þurfum að skoða Magnús bæjarstjórn eða ekki. Voru ykkur fleiri sem voru að kveða sér ljós þessu máli? Þá höldum við áfram og við erum komin að 7. máli sem samþykktum fyrirgjöf. Afgreiðslu málsins, að klára afgreiðslu málsins. Við Já. höfum ekki tekið málið fyrir afgreiðslega. Takk fyrir. Þeir sem að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs gefi merki. Hún samþykkt með 8 atkvæðum. Einhver á móti? Magnús Sigfússon situr hjá. Þá getum við að halda áfram. Komið þarna. Það var það 7. mál sem við samþykktum stjórn Suðurnesjabæjar endurskoðun 2025. Á 165. bæjarráðs 27. var samþykkt samhljóða tillaga fulltrúa D- og S-lista að leggja til við bæjarstjórn að bæjarstjóra verði falið að leggja hið fyrsta fyrir bæjarstjórn tillögur að endurskoðun og samþykktum stjórn Suðurnesjabæjar. Jafnframt að í 1. grein skipan bæjarstjórnar verði fjöldi fulltrúa í bæjarstjórn fækka á 9 í 7. Framangreind breyting taki gildi sveitarstjórnarkosningar 2026. Ég gef orðið laust. Anton Kristinn Gjósvæl. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 7. málinu, samþykktum stjórn Suðurnesjabæjar. Já, ég langar aðeins að koma inn á þessa þætti sem verið að ræða undir þessum lið og tillöga sjálfstæðismanna bæjarlistans og Samfylkingarinnar fækkun á kjörnum fulltrúum í okkar sveitarfélagi. Og þessi tillaga hún var lögð fyrir á síðasta fundi bæjarráðs. Og mér langaði bara svona aðeins að taka umræðina á þessu vettfangi þessi mál og fá kannski svona skýrari afstöðu fram varðandi þessa þætti.
að byrja á því að fara yfir það að mér finnst þetta svolítið svona sérstakt að við séum að ræða þessa hluti á þessum tímapunkti endurskoðun á samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar rauninni korter í kosningar. Ég finna þetta eðlilegt að ef að menn ætla að fara í svona breytingar á bæjarmálasamþykktinni og annað að svona hlutir eru yfirleitt gerðir bara á nýju kjörtímabili eftir kosningar. En að fara að gera þetta 13 mánuði fyrir kosningar finnst mér alveg ótækt. En ef ég ætla að fara svona aðeins málefnalega yfir málið að sko allan okkur í Framsókn og okkur finnst þetta að vera í rauninni mikið afturskref, aftur á bak í sem sagt bara í lýðræðis samfélagi út af því að Suðurnesjabær er ört stækkandi sveitafélag sem hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum og í dag þá er hlutfallslega mesta fjölgunin í Vogum og svo í Suðurnesjabæ þannig að þetta kemur svolítið spánst fyrir sjónir og eins og í dag þá búa 4.300 manns í Suðurnesjabæ og ef maður fer og skoðar aðeins þættina í kringum þetta og fer að svona líta aðeins í kringu sig með önnur sveitafélög sem að standa okkur nær og í íbúafjölda að þá erum við að horfa á það að þetta samræmist rauninni ekki þeim svona gildum sem í gangi þar. En ég veit það vel að sveitarstjórnarlögin kveða á það að sveitafélagi í þessari stærð það getur verið sem sagt 2000 íbúar til 9999 íbúar sé á bilinu með 7 til 11 fulltrúa. Og þar sem að Suðurnesjabær er með 4284 íbúa að þá föllum við rauninni miðbygg þessa bils og ætti samkvæmt okkar mati í B-listanum að vera á því bili að vera með 9 fulltrúa. Því annars erum við bara að horfa upp á það að við séum að fara niður í sama fulltrúafjölda og tíðkast mögulega í 2000 manna sveitafélögum sem eru með 7 bæjarfulltrúa. Og það stingur svolítið í augum þegar maður skoðar sambærileg sveitafélög eins og Vestmannaeyjar til dæmis sem eru með 4303 íbúa, þeir eru með 9 bæjarfulltrúa. Skagafjörður 4400 manna sveitafélag, þeir eru með 9 bæjarfulltrúa. Ísafjarðarbær 3964 íbúar, 9 fulltrúar. Borgarbyggð 4363 íbúar, 9 fulltrúar. Norðurþing sem er fjölkjarnasveitafélag eins og Suðurnesjabær 3226 íbúar, 9 bæjarfulltrúar. Þannig að eins og ég segi, þessi gögn sýna fram á það að fækkun bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ það samræmist rauninni ekki venjum annarra sveitafélaga. Og svo saknar maður þess líka svolítið þegar maður skoðar tillöguna sem var lögð fram af formanni bæjarráðs í bæjarráðinu að það fylgir þessu í rauninni engin greinagerð sem að verður að teljast svolítið svona óeðlileg vinnubrögð í tillögugerð. Að það fylgi engin greinagerð með tillögunni. Þannig að í rauninni maður getur ekki gert sér í hugalund sko hver rökin eru á bakvið það að fækka bæjarfulltrúum úr 9 niður í 7. Formaður bæjarráðs Sigursveinn Bjarni Jónsson, hann lét þau orð falla í bæjarráði að þetta væri í samræmi við meirihlutasamninginn. Já, en hvað? Hvað er annað í gangi? Ég meina, ég hélt að við værum bara stækkandi sveitafélag sem að myndum vilja að hafa sem flestar raddir og víðustu sjónarmið sem kæmu á borðinu í okkar samfélagi.
Og það er svona, sko, líka með svolítið forvitni á að vita, sko, hvaða rök eru þarna á bak að fara í þessar áttir út af því að ef eins og ég segi að þetta samræmist ekki með það sem er í gangi í sambærilegum sveitarfélögum. Þannig að ég óskar hreinlega bara eftir því að formaður bæjarráðs komi upp og geri bara grein fyrir afstöðunni og rökstuðningi varðandi þessa þætti. Hvað er það sem að formaður bæjarráðs sér til hagsbóta fyrir sveitarfélagið Suðurnesjabæ, að við förum í 7 fulltrúa og hvaða hvatar eru þarna á bakvið. Takk. Takk fyrir Anton. Fleiri sem þessi ljós, Sigursveinn Björnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Já, ég þakka bæjarfulltrúa Anton Guðmundsssyni fyrir spurninguna. Hvað gengur okkur til með þessari tillögu? Til að rifja það upp að þá var það þannig áður en sveitarfélögin Sandgerði og Garður sameinuðust og þá voru 7 bæjarfulltrúar í hvoru sveitarfélagi fyrir sig. Eftir að bæjarbúar höfðu kosið að sameina þessi sveitarfélög þá var það ákveðið að fjölga bæjarfulltrúum úr 7 í 9 í henni nýja sameinaða sveitarfélagi. Og eins og það var orðað á þeim tímapunkti að þá þótti það tilhlýðilegt þegar að þessi 2 kjarnar voru að koma saman, hafa fleiri raddir við borðið, en síðan yrði þetta tekið til endurskoðunar. Í lok síðasta kjörtímabils á bæjarstjórnarfundi í apríl 2022 að þá bókaði J-listi sem að S-listi átti aðkomu að og einnig B-listi. Það kom sameiginleg bókun frá B- og J-lista það að þeim þætti réttast að fækka aftur niður í 7 og svo að ég lesi bara beint upp úr bókuninni, bara tilvitnun hefst að þá á þeim tímapunkti íbúar Suðurnesjabæjar 3.800 og önnur sveitarfélög á landinu með svipaðan fjölda íbúa hafa flest 7 aðalmenn í sveitarstjórn. Þeim fjölgar í 9 þegar íbúafjöldi nær 5.000. Auðvitað þetta ekki algilt, svo ég taki það fram, svo ég ljúki tilvitnunni þarna. Því telja fulltrúar, tilvitnun hefst aftur, því telja fulltrúar B- og J-lista mikilvægt að endurskoða fjölda bæjarfulltrúa og fækka þeim úr 9 í 7. Ástæða fjölgunar bæjarfulltrúa í byrjun síðasta kjörtímabils var að fá sem flesta að borðinu til að vinna að sameiningarferli sveitarfélaganna Sandgerðis og Garðs. Nú hefur sú vinna staðið yfir í 4 ár og teljum við að verkefnum sveitarfélagsins geti vel verið sinnt af 7 bæjarfulltrúum eins og hjá öðrum sveitarfélögum af svipaðri stærð. Með þessu hægt að hagræða í launakostnaði sveitarfélagsins og gera störf sveitarstjórnar skilvirkari. Kostnaður sveitarfélagsins fyrir hvern bæjarfulltrúa í kringum 4 milljónir á ári. Ég skýt inn að það var þá á þessum tíma. Tilvitnun hefst aftur sem gerir í kringum 32 milljónir fyrir kjörtímabilið. Þrátt fyrir að ekki hægt að verða við þessu fyrir sveitarstjórnarkosningana núna í maí 2022 viljum við fulltrúar B- og J-lista vekja athygli á þessu og með því hvetja nýja bæjarfulltrúa til þess að fylgja málum eftir. Þá hvetjum við nýja bæjarfulltrúa samhliða því að fækka aðalmönnum í sveitarstjórn til þess að endurskoða skipa nefnda og ráða með það að markmiði að gera nefndarstörf sveitarfélagsins skilvirkari og auka aðkomu einstakra nefndarmanna af stefnumótun sveitarfélagsins í veigamiklum málum sem snerta alla íbúa. Tilvitnun lýkur í bókun. Síðan var það þannig að í aðdraganda kosninga núna fyrir tæpum 3 árum síðan, að þá setjum við þetta í málefna skrána okkar S-listinn og
eðlilega eftir að hafa bókað með þessum hætti á þessum tíma og ég ennþá á þessari skoðun. Það eru sveitarfélög önnur svipari stærðargráðu, til dæmis Seltjarnarnesbær með einhverja 4.500 íbúa og Vestmannaeyjabær með einhverja 4.400 íbúa með 7 bæjarfulltrúa. 9 bæjarfulltrúar í Vestmannaeyjum. Það eru orðið 9. Okay. Það er allavega Seltjarnarnesbær ennþá 7, afsakið þetta. En það er allavega ennþá mín skoðun að 7 bæjarfulltrúar sé hentugt fyrir þetta sveitarfélag og með því megi ná fram ákveðin hagræðingu í rekstri og þar með setjum við kjörnir fulltrúar ákveðin tón hvað það varðar og þegar nýr meirihluti var myndaður þá urðum við ásátt það að koma þessu máli á dagskrá og við einfallega erum að fylgja þessu eftir núna. Það var nýr meirihluti myndaður í júlí á síðasta ári, þannig að tíminn hefur verið skammur til stefnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigursveinn. Kannski svo ég aðeins kveð með ljós að þá er það nú líka svo þannig að það er auðvitað hægt að ná í raddir íbúa með fleiri og ná í skoðanir íbúa með fleiri leiðum heldur en að við bæjarfulltrúar séum ákveðin margir. Það er hægt að vera með meira íbúalýðræði, íbúafundir, íbúakosningar stærri mál og ég held að við getum alveg náð fram lýðræðinu með skilvirkum og góðum hætti, hvort sem verður 7 eða 9. Og tek undir það eins og Sigursveinn segir með kostnaðarhagræðinguna. Og svo er það nú ekki svo maður lítur yfir svona bara frá stofnun nýs sveitarfélags, það er nú ekki svo mörg mál sem er þess eðlis að það krefjist þess að við séum í raun og veru 9 bæjarfulltrúar í stað 7. Það er ekki mikið sem að greinir í raun og veru að minni og meirihluta til dæmis til þessa. Þó að séu þetta alltaf einhver mál og þá er það kannski einhver stærri mál sem væri hægt að setja í íbúakosningu. En eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið? Magnús, ef þú sker svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég var nú að upplýsa það að ég hélt að þetta væri grín þegar ég sá þetta í meirihluta Hvað þá að þetta er þessu veruleika að hér kemur fram tillaga þetta. Ég held að menn ættu nú aðeins að rifja meira upp heldur bókuna sem að gera þarna. Það var líka sömu fulltrúar, sömu lista sem að voru þá þegar sameiningin var. Þá var ráðlegt að hafa 9. Bæjarfulltrúar voru 14, ekki 7. Það voru 7 í hvoru byggðarlagi og það var tóltið þó eðlilegt að það væru 9. Og þess vegna stendur maður svolítið svona hugsi yfir því að þetta skuli vera sett fram núna. Það eru miklu fleiri bæjarfélög sem eru með 9 fulltrúa af þessari stærðargráðu heldur en það að það er 7. Grindavík var með og er með 7 og þeir voru að velta fyrir sér í sínum þangagangi eftir kosningar að færa þá upp í 9. Ég er að velta fyrir mig sparnaðinu sem að menn ætla að fá í þessu og ekki ætla ég að rengja tölurnar hjá Sigursveini sem hann þuldi upp á það. En ég er alveg klár á því að það mun einhver kostnaður koma í framhaldi af því á hinu 7 fulltrúana. Það leggst bara einhvern veginn öðruvísi niður. Þeir munu þurfa að sinna einhverju fleiri vinnu fram. Og svo eins og Jónína kemur inn á að sækja lýðræði til bæjarbúa og allt það, það kostar líklega ekkert að halda fund. Það getur vel verið. Ég kann ekki svona aðferði sem að kosti ekki neitt. Þeir hafa alltaf kostað eitthvað.
En finnst að fólki svona tíðrætt hérna sparnaðartillögur og allt þetta þessu, þá veltir maður fyrir sér af hverju hérna menn hugsuðu þetta ekki aðeins fyrr og aðeins fljótar. Til hvers var verið að hafa bæjarráð þegar allt ákveðið á meirihlutafundum og það þarf ekki eins og að funda í bæjarráð. Það allt samþykkt samhljóða. Þannig að það þarf ekki að fjalla málið þar. Þar var hægt að ná bílhlutasparnaði. Ef að menn voru svona uppteknir af því að lýðræði kostaði peninga. Allavega hélt ég að það væri alltaf sú hugsun í gangi. Mér finnst þetta svona að vera, ég velti svo svolítið lengi fyrir mér, mér finnst þetta að vera svona aðför að lýðræðinu og þetta vera bara einræðis tilburði sem í gangi í kringum þetta. Ég búinn að vera lengi bæjarstjórn og mestan hlutan í minnihluta. Ég hef aldrei nokkuð tímann upplifað það að upplýsingaleysið sé með þessum hætti sem hún Aldrei. Og ef það allt í einu orðið lykillinn að fækkuninni og lykillinn að því að færri komist að í umræðunni, þá okkur bleikbrugðið Þannig að ég get ekki annað en farið með þessum hætti inn í þetta mál. Svo var ég vert að spyrja ef við myndum meirihluta með 7 mönnum, þá eru það 4 einstaklingar sem fara í meirihlutan og 3 í minnihlutan. Og þá kemur nú svona spurningin, fækkunin byggð á því að það eru 6 menn í meirihluta, eru 2 að gera ekki neitt? Eru þeir algjörlega óþarfir? Eða á hverju þetta byggt? Maður verður að hugsa alltaf, fólk hlýtur að vera alltaf að leggja fram hugmyndafræðina út frá eigin upplifun. Ég get ekki ímyndað að vera annað. Þannig að maður veltir þessu fyrir sér líka, Þannig að það eru svona margar stoðir í þessu. Ef að það eingöngu sparnaðurinn sem að ræða og það komi ekkert út úr því þegar maður að fjalla málefnin, þá held ég að það sé nú svolítið valhalt í tilverunni. En mér fannst svolítið svona skondið, það náttúrulega svona hægt að vera með orðhengisátt á öllu, að í frontinu hérna komið D og S-listi fulltrúar. Svo kemur beint í tillögunni, þá bara talað Sigursveinn Bjarni Jónsson S-lista, Einar Jón Pálsson D-lista og Laufey Erlendsdóttir O-lista. Þetta eru aðilarnir sem flytja tillöguna. Þannig að þá veltir maður fyrir sér, þetta ekki flutt í tillögulistana? Þetta þessir einstaklingar sem að leggja þetta fram? Þá kemur hinn spurningi sem flett upp aftur. Hver af meirihlutanum svona gagnslaus og hann þarf ekki að vera í bæjarstjórn? Takk fyrir Magnús. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessu máli. Úrsula, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara velti þá fyrir mér hvort þetta sé ekki þá þannig mál sem íbúarnir okkar gæti kosið og haft áhrif á. Því við erum auðvitað öll hér í umboði þeirra og það væri eðlilegt að íbúar sveitarfélagsins sem við erum öll að vinna fyrir og erum öll að reyna að gæta hagsmuna myndi hafa áhrif á þetta mál og hvort þeir vilji minnka og fækka fulltrúanum sem hér eru.
bara velting og pæling. Var þetta tillaga og svona, eða bara svona pæling og hugleiðing, ok? Fleiri sem kveða sér ljós undir þessu máli? Einhvern gjör svo. Forseti bæjarfulltrúar, aðeins út af umræðum þetta mál að þá þegar við samanum þess að tvö sveitarfélög sín tíma þá þótti eðlilegt að sveitarfélög þeirri stærri væri 7 fulltrúar en við fengum þær álíkingar að vera með örlítið fleiri í upphafi þegar sameiningin átti sér stað. Það var svo alltaf hugmynd, allavega þeirra sem kom að því á sínum tíma að fækka niður í 7. Ég hef aldrei setið í bæjarstjórn þar sem einhver bæjarfulltrúi er óþarfur eða gerir ekki neitt. Ég bara verða að viðurkenna það og mér finnst þetta skrítin umræða. Ég hef setið í meirihluta og yfirleitt er það nú bara þannig að allir sem þar sitja taka þátt. Ég veit líka að minnihlutinn, hann leggur mikið á sig. Ég hef oft samtöl við minnihlutamenn þá hluti. Þannig að mér finnst eiginlega ótrúlega umræða að vera að tala um það að einhver bæjarfulltrúi sé óþarfur. Ég bara vildi svona koma upp undir þessum lið og bara vísa því alfarið frá. Allir bæjarfulltrúar eru að leggja sig fram. Og svo getum við alveg verið ósammála um hvort það eigi að vera 7 eða 9 í bæjarstjórn. En það er ekkert algilt að það sé 9. Það er heldur ekkert algilt að það sé 7. Það er bara sveitarfélög og sé bara starfað við, það sem eru 7. Hveragerði, Ölfus, Seltjarnarnes. Ekki til að fara í einhverja samkeppni að telja upp einhvern fjölda. Þetta er bara, það er ýmislegt í gangi. Og við leggjum til að þessu verði breytt og að það verði farið gagngert í endurskoðun á samþykktunum. Og það er það sem við erum að leggja til hér, að vísa þessu til þeirra vinnu. Og ég minni á að þegar að búið er að fara í gegnum þá vinnu og fara í gegnum samþykktunar og komið tillögur að breyting á samþykktinni, þá kemur það til umræðu og afgreiðslu hérna á 2 fundum bæjarstjórna ef maður rétt, því það þarf 2 umræður. Þetta er ekki fyrir umræð hér. Hér er verið að vísa þessu máli til vinnslu, svo það sé sagt. En að gera að ræða þessu hluti, en við skulum hafa virðingu fyrir öllum þeim bæjarfulltrúum sem eru að starfa fyrir okkur núna og hafa starfað fyrir okkur, fyrir sveitarfélögin hér áður. Takk fyrir einum. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús, ef þú skilur svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir svörin einum. Það liggur þó fyrir að þetta hefur ekki verið alveg svona skýr hugsun hjá mér að vera að hugsa í þess átt. Enda hef ég virt hvern einasta bæjarfulltrúa sem er hér við störf. En mér lék forvitni á að vita hvort að þið værið að hugsa eitthvað í þess átt. Hitta svona mála. En það er líka ánægilegt að hugsa að þetta sé þetta sé ekki beint tillaga fækkun. Það er líka gott að það skuli koma þetta skýrt fram eins og í þínu máli. Það er ekki verið að leggja til fækkun í þessari umfjöllun. Það er aðeins verið að leggja til umbreytingu og skoðun á samþykktunum. Þannig að það er allt annað hlutur og allt annað mál sem við erum að fjalla með þeim hætti. Það liggur alveg fyrir. Það er búin að ræða við marga aðila
akkurat þennan þátt. Það var ráðlagt á sínu tíma og ef ég er að fara með rangmál þá bið ég bara afsökunar á því, en ég sat ekki í sameiningarnefndinni þegar var verið að sameina sveitarfélögin, en þegar að þetta var túlkað fyrir mér á sínu tíma að fara úr 7 í 9, að þá voru það ráðleggingar frá sambandinu það að fara í 9 bæjarfulltrúa vegna stærðar sveitarfélagsins. Núna hefur sveitarfélagið stækkað að minnstakosti 500 síðan og þá komið tími til að fækka. Það hlutur sem ég ekki alveg skil. Og ég man alveg eftir þeirri umræðu þegar að fulltrúi B-listan Daði Bergþórsson lagði fram að það yrði fækkað. Þá man ég ekki betur en að við höfum bara vísaði frá. En þessi bókum kom þá í kjölfarið sem að Sigursveinn las upp. Þannig að það var allavega umræðin í bæjarráði á þeim tíma. En ég ætla ekki að tjá mig frekar þetta ef að þetta er sett fram með þeim hætti að þetta sé bara endurskoðun á samþykktunum, ekki bein tillaga fækkunina, þá ætla ég ekki að gera þetta meira í byrju. Takk fyrir Magnús Sigfús. Einnig Jón, gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar bara, ég bið Magnús afsökunar ef hann misskilið mig. Jú, þetta er tillaga sem var lögð fram í bæjarráði og það lagt til að hún sé samþykkt og henni vísa til þeirra vinnu breytingar á samþykktunum. Þannig að svo ég sé alveg hreinn með það, Magnús bæjarfulltrúi, að þetta er tillaga meirihlutans að vísa þessu til þessari vinnu. En endanleg afgreiðsla á bæjarmálasamþykktinni kemur svo í 2 umræðum. Þannig að ég vil hafa það reynu. Ég biðst afsökunar ef ég hef orðað það þannig að það gæti misskilist. Fleiri sem kveðst að hljóðs undir þessum lið. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég þakka svörin sem ég fór yfir áðan. Og ég verð að viðurkenna það að þessi svör hjá formanni bæjarráðs, þau eru fremur svona léttvæg að mínu mati, að það sé bara verið að horfa í hagræðingu launa og skilvirkari ákvarðanatöku. Sko, við vitum það öll sem við erum hérna inni. Við erum hérna inni út af því að við vorum kosin í hlutfallskosningu af íbúum sveitarfélagsins. Við erum hérna sem fulltrúar þessa fólk sem býr í þessu sveitarfélagi. Og þess vegna tel ég eðlilegt, þó við tökum Seltjarnarnesbæ út fyrir sviga, að það eru þá önnur sveitarfélög sem eru jafn stór og við, að þau eru með 9 fulltrúa. Og lýðræði kostar peninga. Það liggur bara fyrir. Og við viljum búa í lýðræði samfélagi þar sem að víðustu sjónarmiðin fá að njóta sín. Og við sjáum það líka bara á bæjarstjórninni. Hún samanstendur af fólki með alls konar bakgrunn, með alls konar reynslu, alls konar aldri, og það er ánægilegt eins og í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar að það er meira fulltrúar fleiri kvenfólk heldur en karlmenn. Þetta bara sýnir það að við erum að sinna lýðræðinu vel. Við stöndum jafnfætis á þessum grunni hvað þetta varðar. Og sko, út af því að mér finnst svolítið skrítið að vera að vísa í eitthvað sem tíðkaðist á síðasta kjörtímabili. Samfélagið breytist, tíðarandinn breytist og samfélagið stækkar, og eins og Magnús Sigfús kom inn á hann, þá búið að aukast 500-600 íbúa. Við erum að byggja glæsilegt hverfi í Teiga og Klappahverfi, við erum að byggja í Skerjahverfinu, hérna vil fólk koma, það flykkist til okkar, vil búa hérna, það er gríðarleg fólksfjölgun.
Mér finnst við ættum að staldra aðeins við áður en við förum í svona hluti, út af því að áður en við vitum af, þá er þetta orðið 5.000 manna sveitafélag. Það er nú ekki langt síðan að bæjarstjóri tók á móti íbúunum í 4.000. Við erum orðin 4.300 í dag. Og við erum að útluta lóðum hérna og ég sé það er svakalega ásókn í að búa hérna hjá okkur. Þannig að ég held að við ættum aðeins að staldra við. Og bara til dæmis eins og þessum komu að sameiningamálunum á síðasta kjörtímabili og fagfólki sem var í kringum þetta, eins og Róbert Ragnarsson, Bryndís Gunnlaugsdóttir og fleiri. Ég hef sett mig í samband við þetta fólk og þau bara eru undrandi bara hvað sé í gangi hérna. Út af því að þetta er í rauninni bara, við erum bara flottum stað. Við erum ekki með á marga sem eru 11, við erum ekki með á fáa sem eru 7, við erum þarna á miðjunni, þarna á miðbygginu sko. Og íbúafjöldin, ef við skoðum íbúafjöldan og horfið á þetta miðbygg, að það er stutt í 5.000 íbúa og þá erum við bara akkurat á miðjunni í þessu. Þannig að ég vil bara beina því hérna til fólksins sem situr þetta með mér í bæjarstjórninni að skoða eins þessi þætti svona með víðari augum. Þú veist, ég skil alveg að það er eitthvað sem var ákveðið fyrir löngu sko, en sko tímandi breytast, sveitafélagið stækkar og hérna ég held að við ættum aðeins að staldra við áður en að hérna við förum í þessar áttir og ég biðlaði allan til ykkar. Takk. Fyrir Anton, eru fleiri sem að biðja sér hljós undir þessum lið? Nú, ef ekki, þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem að það gera gefið merki. Einhver á móti. Magnús, samþykkt með settarhæðum meðhlutans, Magnús Sigfús og fulltrúi B-lista á móti. Takk fyrir. Og höldum við áfram, þá var það fjárhagsáætlun 2025-2028. Á 160. fundi bæjarráðs 27. annan var viðauki við gjaldskrá íþróttamiðstöðvar samþykktur samhljóða. Gef orðið laust. Ef ekki kveður sér ljós, þá býði þá sem að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs og gefa merki. Það fyrirgefið. Þeir sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Ok, einhver á móti. Og fulltrúi B-lista situr hjá. Það er samþykkja. Þá er það framtíðarsjóður sveitafélagsins Skars, 8. mál. Á 77. fundi bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar, 8.1. Var til umfjöllunar tillaga fulltrúa DOS-lista ásamt greinargerð að bæjarstjórn samþykki að fella á gildi samþykkt fyrir framtíðarsjóð sveitafélagsins Skars. Bæjarstjórn samþykkti tillöguna og að tillögunni væri vísað til síðari umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn samkvæmt 5. málsgrein 1. grein samþykktarinnar. Ég gef orðið laust. Þeir sem að samþykkja að fella á gildi samþykkt fyrir framtíðarsjóð sveitafélagsins Skars gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 8 atkvæði. Magnús Sigfús Magnússon situr hjá. Þá er það 9. mál á dagskrá, samþykkt umgengni og þrif utanhús. Á 58. fundi framkvæmda og skipulagsráðs 2011 og 2024 voru til umfjöllunar og umsagnar drög að nýrri samþykkt umgengni og þrifnað utanhús. Framkvæmda og skipulagsráð fagnar þessari samþykkt og styður fyrirliggjandi drög. Ég gef orðið laust. Lagt er til að samþykkja afgreiðslu framkvæmda og skipulagsráðs. Þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin í fundargerðir til kynningar og 10. mál er þá bæjar á 159. Ég vil byrja á því að gefa bæjarstjóra orðið undir lið 2 fundargerðinni. Gjör svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liður númer 2 í fundargerðinni fjallar búsetuúrræði fyrir börn með fjölþætta vanda og þar í fundargerðinni meðal annars heilmikil bókur sem bæjarráð samþykkti og var komið á framfæri víða í ríkiskerfinu, getum við sagt. Ég ætla hins vegar núna að bara koma þeim upplýsingum á framfæri að ríki og sveitarfélög hafa komist að samkomulagi breytta ábyrgðarskiptingu í
í málefnum barna með fjölþætta vanda og jafnframt í uppbyggingu hjúkrunarheimila og þetta er samkomulag sem að eftir þess að ég best veit stendur til að ganga frá núna einhvern þessa dagana og í þessu samkomulagi er gert ráð fyrir að ríki taki yfir ábyrgð á þjónustu við börn og ungmenni með fjölþætta vanda og það sem sagt færist þá til ríkisins sá kostnaður við það. Það er áætlað að kostnaður við þessa þjónustu séu það byrjir 4 milljarðar ári ársgrundvelli sem að ríkið tekur þá yfir og mun annast. Í þessu samkomulagi er gert ráð fyrir aðlögunarferli sem gerir ráð fyrir því að 1. júní næstkomandi þá mun ríkið veita auknu fjármagni til sérfræðiteymis sem starfar á vegum barnamálaráðuneytisins og hefur haft úr að spila ákveðnu fjármagni undanfarið sem við höfum meðal annars fengið úr þeim potti til að koma á móti, að hluta til að móti þeim kostnaði sem við höfum eða sveitarfélög þurft að bera vegna þessari þjónustu. Og þetta sérfræðiteymi mun semst fá þetta fjármagn 1. júní og sveitarfélög munu bara eins og áður sótt framlag úr hjá þessu teymi. Síðan mun frá og með 1. janúar 2026 þá verði börn sem að ræðir komin alfarið á ábyrgð ríkisins og ríkið tekur þá við sem sagt rekstri á þeim búsetuúrræðum sem ræðir. Þetta eru auðvitað jákvæðar fréttir fyrir Suðurnesjabæ. Við höfum margoft rætt þetta og við þekkjum það, ég ætla ekki að fara nánar til það, en þannig að ég bara fagna þessari niðurstöðu og tel þetta sé mjög mikið hagsmunamál fyrir Suðurnesjabæ og á vísu þau fleiri sveitafélög sem ræðir. Það eru nokkur önnur sveitafélög sem að þetta mál varðar og þannig að ég tel full ástæða til að fagna þessari niðurstöðu. Við höfum hins vegar eftir að sjá þetta nákvæma útfærslu á þessu og ég vona það auðvitað að það verði eins og uppi lagt með og hefur verið kynnt fyrir okkur. En ég vildi bara koma þessu framfæri virðulegur forseti svona í framhald á allir þeirra umræðu sem við höfum átt hér þessi mál og þegar að samkomulag liggur fyrir og við fáum það væntanlega sent þegar það kemur þá munum við leggja það fyrir bæjarráð til að taka það formlega fyrir þar. Takk. Takk fyrir þessar upplýsingar, Magnús. Eru fleiri sem bjóða sér ljós undir þessum lið? Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfundarar. Já, þetta eru gleðitíðindi að heyra að það skuli eiga að ganga eftir eða við þá skoðum sem við höfum haft á þessum málaflokki að þetta sé geðheilbrigðismál að ræða og ríkinu ber að greiða þetta. Við höfum setið uppi með þennan kostnað alveg fram að þessum tíma og það sló mig svolítið mikið þegar að bókunin kom fram bara Mayday alveg hreint. Það var þægilegt ástand í kringum þetta. Samt lá þessi hlutur alveg fyrir í desember þegar við vorum að gera fjárhagsáætlun. Og það var nú þess vegna sem við greiddum atkvæði gegn, eða ég greiddi atkvæði gegn fjárhagsáætlun. Þetta skildi ekki verið að setja þar inn. En nú er komið inn að við sitjum allavega uppi með hálfan skaðan, ef ég skil þetta rétt, nema að við getum fengið eitthvað út úr þessum svokallaða sjóði sem við varst að tala um. Og það þarf að sækjum hann. Þetta voru nú enga smá upphæðir sem við fengum síðast miðað við útgjöldin og þá, ef maður rétt, þá fengum við 30 milljónir úr sjónum. Úr öllu því sem við vorum þá með. Þannig að nú erum við með beiðni frá félagsþjónustunni eins og kemur fram í fréttum bara frá
hérna Víkurfréttablaðinu, að þar eru við með beini frá félagsþjónustunni upp á 136 milljónir fyrir næstu 5 mánuði. Og ef ég skil þetta rétt að þá var áætlað í þetta 50 milljónir, þannig útistanda 86,5 milljón, bara í þennan eina málaflokk. Þannig að vonandi verður þetta þannig að við getum hérna stólað á það að þessi þáttur fari út úr okkar fjárhagsvaldum og við þurfum ekki að hugsa um þetta. En við vorum líka konir hálfa leið með fyrir ríkisstjórn og þá gekk það ekki eftir, þeir gátu ekki klárað þetta. Þannig að það kom líka fram í þessari frétt. Þannig að ég bara er að velta því fyrir mér, sko, er þetta komið fyrir að það komið? Þannig að við sitjum ennþá uppi með möguleikan á því að við þurfum að borga þetta. Þannig vonandi gengur þetta eftir. Ég komst nú ekki á hana fund sem að var með ráðherra á miðvikudaginn síðasta. Ég þurfti að fara til læknis á þessum tíma og ég gat bara ekki sleppt í. Ég hefði fegins viljað sitja hana fund með ráðherranum og mér finnst þegar að svona kemur upp á, er þá einhver viljayfirlýsing sem að skrifa undir eða hvað höfum við í höndunum? Ekkert. Það er bara það sem þeir eru að tala um, að ganga frá samkomulagi við Samband sveitarfélaga. En höfðum við ekkert út úr þessu, ekkert einasta hætti. Svo skilst mér að þetta hafi nú verið umræða á þessum fundi þar sem boðað var fund með ríkisstjórninni og ég verð nú að segja það, ég get ekki orðabundið, sko, að boða ekki minnihluta mannin með á hana fund, heldur situr hérna meirihlutin einn á fundinu. Mér finnst þetta bara alveg til háborna skammar. Takk fyrir Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessu lið eða þessari fundargerð? Nú ef ekki, þá hérna er fundargerðin hér bara öðru leyti lögð fram. Þá er það 11. mál á dagskrá bæjarráð 160. Ekki varður laust fundargerðina? Já, fyrirgefðu. Ég ætla að fara undir öðru lið í fundargerðinni, 159. Já, gjörðu svo vel. Við bökkum. Gjörðu svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir bæjarráð 159, mál 10.3, umferðaröryggisáætlun Suðurnesjabæjar. Ég vil bara taka hérna til umræðu varðandi bókun sem við í Framsókn lögðum fram varðandi þessa þætti. Við teljum að við ættum að reyna að setja svolítið aukinn þunga í öryggismál, umferðaröryggismál og það er nefnilega, sko, eins og með gatnamótin við Sandgerðisskóla að við teljum að það þurfi að setja einhvern aukinn þunga í þau samtöl og starfsfólki okkar muni beita sig með þeim hætti við vegagerðina að við förum í samstarfsverkefni varðandi það að flýta fyrir að það verður sett hringtorg yfir innkomuna í byggðakjarnan eða allavega sett einhverja hraðahindranir eða eitthvað því að það er bara ein hraðahindrun sem er þarna við veginn og hún er algjörlega komin niður í götuna. Menn er að koma inn í byggðakjarnan á allt og miklu hraða og það er ekki spurning hvort, heldur hvenar hreinlega að það verði þarna slys og ég er bara virkilega áhyggjur af þessu og við í Framsókn út af því að þetta er einu mest eknu gatnamót í Sandgerðiskjarnanum og umferðin þarna hefur aukist alveg til muna eftir að Skerjahverfið
kom, að þá hefur umferðin aukist þarna alveg til muna og þetta alveg hérna niður við höfnina og það mikið þungaflutninga þarna og einnig bara hrikalegt að verða vitni að því þegar litlu krílin að skríða þarna yfir gangbrautina í myrkrinu. Það þarf að fara að setja aukinn kraft í það að setja bláhattalýsingu þarna yfir gangbrautina. Ég geri mig grein fyrir því að þessi vegur á forsjár vegagerðarinnar og ég bara vill að við setjum aukinn slagkraft í það að tryggja þarna umferðaröryggi. Þetta er alveg ferlegt sko, því að þetta bara opin bara hraðbraut þarna í gegn. Hraðahindrunin, hún alveg niður í götunni, hún dempar ekki neitt. Og við erum að fá bíla bara, ég ekkert að grínast með það, við erum að fá bíla þarna inn bara 80 km hraða. Og það kannski bara litli krakkar í fyrsta öðrum bekk sem standa stjarfir við götuvitann sko. Þannig að ég vil allavega impra á þessu að þetta veri tekið út af því að við viljum ekki að það verði slys og við sjáum það eins og þegar það var ekið á barn hérna í garðinum. Við viljum ekki að svona endurtaki sig, enda eru hraðahindranir, þær eru töluvert betri við innkomuna í garð. Það verður bara að segjast eins og þær virka og þær eru góðar. Þær dempa hraðan. En sanngjörnismegin þá verðum við að gera betur í hraðadempunni. Takk. Takk fyrir Anton og takk fyrir þessa brýningu. Ég held að við getum bara verið öll sammála að þetta eitthvað sem við þurfum klárlega að pressa á við vegagerðina ásamt auðvitað mörgum öðrum málum. Það liggur svolítið á vegagerðinni núna frá okkur, þannig að það er bara spurning að hraða einhverjum fundum sem við eigum við þá og taka þetta þar inn í. Því að það er auðvitað ekki gott að það sé svona mikill umferðarþungi og hraði þar sem að börnin okkar að fara fjölförnustu sem leiðina sína daglega. Þannig að fleiri sem kveða sér hljóðs undir 10. fundargerð Bæjarráðs. Það því við bökkum. Ef ekki þá fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram og við höldum áfram. Það Bæjarráð 160, ekki orðið laust fundargerðina. Það síðan 27. Magnús Sigurðs varst þú að biðja orðið. Já, gjör svo vel. Forseti góður bæjarhaldar. Það var svona aðeins verðlega röðina á sér. Ég ætlaði að fagna tillögu DO og S-lista í sambandi við íbúðarhúsnæði fyrir 60 ára og eldri. Við þetta löngu tímabær tillaga og hefði átt að vera tekið undir tillögu B-listans þegar þeir voru með þetta í haust. Þá var þetta talað allt til foráttu að fara í þetta og geyma þetta. En það ber að fagna þessu þegar þetta er komið á dagskrá. Og það er mikil þörf á þessu. Við erum að missa svolítið fólki okkur úr sveitarfélaginu af því að við eigum ekki akkúrat húsnæði fyrir þennan aldurshóp sem er að minnka við sig. Þannig að við erum þetta góð hugmyndafræði. Við erum að fá akkúrat rekstraraðila sem hafa verið að vinna að svona málum til að koma í samstarf við okkur og byggja þetta upp. Þannig að það þarf ekki endilega að vera 60 ára og eldri sko. Búmenn eru 50 ára og eldri. Þannig að það er ekki alveg svona, við höfum ekki að hafa alveg klippt og skorið. Þó að búmenn hafi verið með 50 ára og eldri þá held ég að sé 99% af íbúðunum sem eru úthlutaðar 60 ára og eldri. Þannig að þetta er svona bara, þörfin er bara svona mikil fyrir þennan aldurshóp. Þannig að ég fagna þessu bara. Fyrir Magnús Sigfús. Anton, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Í
kem hérna upp undir liðnum 11.2 og 11.3. Þetta nú nátengd mál og ég vil bara lýsa yfir ánægju minni að þessi málefni eldri borgara séu hreinlega komin á dagskrá, íbúðarhúsnæði fyrir 60 ára eldri og að finna lóð fyrir hjúkrunarheimili í Suðurnesjabæ. Ég fagna því að þessi málefni sem hafa verið okkur í framsókn hugleikinn og við lögðum fram þessa þætti á 154. fundi bæjarráðs 12. nóvember og málið hlaut ekki framgöngu þar og það var samþykkt samhljóða, bæjarráð frestaði afgreiðslunni á málinu. Þannig að það er virkilega ánægjulegt að þetta sé komið á dagskrá og það skiptir í sjálfu sér ekki í huga, í mínum huga skiptir ekki máli í hvaða nafni, hvaða lista þetta er sett fram, út af því að svona málum þá eiga menn að vinna saman að hlutunum og ég saknaði þess svolítið að þetta mál hefði ekki fengið brautagengi þarna í nóvember þegar við settum þetta á dagskrá, en dropinn holar steininn, eins og sagt er, og að sjálfsögðu munum við styðja að þessi mál fái góða framgöngu í stjórnsýslu Suðurnesjabæjar. Takk. Takk fyrir Anton. Fleiri sem kveður sér hljóðs undir þessari fundargerð. Magnús Sigfússon. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það eru mörg mál sem maður er aðeins að punkta á. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Antons og meirihlutanum í sambandi við hjúkrunarheimilin að við eigum að stefna að því alveg eindregið. Ég er að velta fyrir mig hérna 11.5. Vogar sameiningamál. Og mér langar svolítið að vita hvað er að frétta af því máli. Maður heyrir alls konar hluti utan frá umræður á þessu eða hinu stíðinu. Ég var nú á fundi helgina og mér er ekki leiðilegt að vera að skjóta á mann og gera grín að manni út af málunum. En maður hrekkur við samt og hefur ekki hugmynd hvað er í gangi að það. Það þótti engin ástæða til að skipta fólk í nefndinni, umræðunefndinni, þegar við vorum með meirihlutanum, þá settum við einn meirihlutamann og einn minnihlutamann í nefndina. En nú er þetta bara meirihlutin heldur sínu og þá fulltrúa sem og geta enga breytingar. Þannig að ég er svona pínlítið að pota í þennan þátt og mér finnst hann ekki alveg, allavega ekki alveg svona lýsa lýðræðinu. Og þegar við erum að tala lýðræði þá hljótum við að þurfa að fletta þessu upp á einhvern aðri mátt eða allavega svona upp á eitthvað herra plan. Og þegar við vorum að tala að virða hvern einasta bæjarfulltrúa í umræðunni fyrra mál hérna, fækkun bæjarfulltrúa, að þá er maður að velta þessu fyrir sér þegar ekki þörf á minnihlutanum í svona nefndir að neinu leyti. Það gildi bara ein rök. Eða að heimsækja ríkisstjórnir þá gildi bara ein rök það að það er bara boðið fulltrúum meirihlutans í þær viðræður sem er svolítið sérstakt. En hérna ég er með umræðum annar mál sem að hvort ég á að koma aftur upp undir því 11.6 sko. Og ég ætla bara að fagna því að í sambandi við Fasteignafélag Sandgerðis ég fór upp undir þessu að
það hefði ekki verið lagða fram fundagerðir á síðustu bæjarfundarfundi og þær eru komnar hérna inn í bæjarráð og þar að leiðandi inn í bæjarstjórn, þannig að við getum allavega að sé hvað er í gangi þarna og hvaða umræður eiga sér stað. Nú, ég hjó eftir því að eftir fundin þá fór ég svona innlítið að skoða hlutina og þá sá ég það að þarna var verið að fjalla viss málefni sem á okkur kom bara við í bæjarstjórninni. Og það var það þegar á að fara að leggja niður fasteignafélag Snæfellsness. Þá hljótum við að þurfa að taka það fyrir hér það hvort að við heimilum stjórninni að vinna því að leggja þetta niður. Vegna þess að í mínum huga getur félagið ekki tekið þá ákvörðu sjálft að leggja það niður. Það verður að koma hér, síðan vinsta áfram. Þannig að en það hefur ekki alveg verið eining á þessum fundum sem þarna fóru fram. Þannig að ég er að velta fyrir mér sko, það er voru erfitt að ræða fundagerðina öðru sem þurfa að tjá sig einstaka aðila, en ég ætla helst ekki að gera það. En almennt séð þá er ég að velta fyrir mér sko, þegar við erum að taka svona umræðu þessa hluti og okkur koma kannski ekki við þeir svona daglegu fleti sem þarna eru inni en bókarinn hann kemur inn á það að það sé eðlilegt að leggja félagi niður eða sameinaða A-sjóði bæjarfélagsins og tiltekur það að þetta hafi verið stofnað eingöngu út af því til að fá endurgreiddan virðisaukaskattinn af byggingunni sín tíma. Og þetta var nú þannig að það var alltaf tekin virðisauki af þessum leigjendum, af leigusamningum. Ég man ekki alveg hvaða ár það var, en mér minnir þetta hafi verið einhvern kringum 2014 og þá greiddi Sangirisbær upp leigu eða sko virðisaukann sem okkur var boðið það að ganga frá þessum hætti. Þannig að það rann ekkert sitt skeið við lugum eins og á þeim tíma. En ég veit að sumir leigjendur sem eru þarna, þeir renna að borga virðisauka. Það hefur aldrei lækkað leigan hjá sumum aðilum. Það er ennþá tekið sama leigan með virðisaukann og svo uppreiknað með einhverjum hætti eins og var. Þannig að ég held að fólk þurfi að taka svona pínlítið til í þessum hlutum. Þannig að án þess að vera að tala og telja einhvern einn eða tvo til, að þá liggur þetta alveg fyrir. Og ef við ætlum að fara að leigja nýjum aðilum, þá þurfum við náttúrulega, þá hljótum við að verða að fá að sjá það. Þannig að ég er bara mjög hugsuð yfir þessu. Við vorum þarna með sprotafyrirtæki inni sem við erum búin að leggja mikla fjármuni til. Mikla fjármuni í gegnum tíðina. Og við eigum líka eignarhlut í fyrirtækinu út frá þeim fjármuni sem við lögum þarna til. Þannig að það væri nú svona ekkert óeðlilegt að fengjum að vita hvernig staðan á því félagi er. Takk fyrir Magnús Sigfús, Fleirsi Kvöðsson Ljós, Einar Jón, Kjörsvar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins vegna umræðu málefni 11.5 sameiningarmál að þá hafa einhver formlegi fundir verið í þessu. Þetta bréf kom svo frá
sveitarstjórnarráðherra og það bara hér lagt fram, það ekki tekið til afgreiðslu á einn nátt. Það sem aftur á móti þá höfum við rætt að óformlega bæjarfulltrúar að reyna að gera þetta á svipuðum tíma, afgreiðsluna. Þannig að það sé svona á svipuðum tíma bara tekin ákvörðun í sveitarfélögunum. Og þetta bara eitt gagn inn í það umræðu og það einmitt lagt fram til þess að bæjarfulltrúar viti af því. Það var svona hugmyndin með að leggja það bara fram án þess að taka það til einhverjar umræðu eða ályktunar eða klára málið. En ég vil svona aðeins bara nefna það, þannig ég er ekki alveg viss hvað það er sem verið að ræða. Það allavega ekki búið að ákveða eitt í neina átt, svo ef það það sem menn eru að hugsa En aftur á móti eins og við bara áttu áfram með spjall við bæjarfulltrúa í Vogum og Reykjanesbæjar en að afgreiða málið á svipum tíma í sveitarstjórnunum. Það sjálfsögðu verður það aldrei á nákvæmlega saman tíma en allavega þá í kringum svipum mánaðamót. Ég vil bara árétta þetta aðeins. Takk. Takk fyrir Einar Jón. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð? Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við kemum hérna upp undir liðnum 11.5 sameiningamál Suðurnesjum. Já, þetta áhugaverð umræða og hérna, eins og ég segi, ég hef saknað svolítið í þessu ferli að út af því að minnihlutinn hefur ekki aðgang að þessu ferli og neinn annan máta, þannig að nema að spyrja hér spurninga út af því að það eru víst þessir vinnuhópur eða vinnuhópar. Þeir eru skipaðir einu fulltrúa frá meirihluta og einu fulltrúa frá minnihluta í öllum hinum sveitarfélögum nema í Suðurnesjabæ. Þannig að eins og skrítið og það kann að hljóma en það berast til mann símtöl frá ýmsum bæjarfulltrúum á svæðinu og að spurja mann frétta varðandi þetta mál. Og því miður þá hefur maður bara ekki nein svör út af því að maður ekkert inn í málinu og ég kallaði eftir því að það séu lagðar hérna fram fundagerðir í kringum þessa hluti og þær voru lagðar fram að beiðni okkar í Framsókn að fá að sjá fundagerðir. En svo heyrir maður að óformlegum fundum sem eiga sér stað í kringum þessa hluti og milli bæjarfulltrúa en það þó bara fínt að fá þetta núna upp á borðið að það sé verið að hugsa að fara að afgreiða málið á sama tíma í öllum sveitarfélögum eða á svipuðum tíma rauninni, þú veist, það mismunandi fundatímar náttúrulega hjá bæjarstjórnum. En eins og ég segi að maður heyrir líka því að það séu svona aðrar forsendur í þessu. Það séu ríkisvaldið sé búin að drafta upp öðrum forsendum í kringum þetta. En ég bara ekki nægilega vel inn í þessu máli til þess að geta fjallað efnislega út af því að við höfum enga aðkomu að því. En maður í góðu samskiptum við fólk á svæðinu sem getur upplýst mann það sem maður að fara þarna fram og maður verður bara að reiða sig á það í þessu tilfelli. En vonandi bara ef að vera fleiri fundir í þessum sameiningarhópi að það verður þá lagðar fram fundagerð. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Kannski aðeins bara að bregðast við að ég búið að leggja fram öll gögn sem hafa komið í gegnum þennan stýrihóp hér fyrir. Núna síðast byrja ráðherra sem var verið að bíða eftir. Hópurinn hefur nú ekki fundað nema eina óformlega fund einmitt til að ákveða það að við þyrftum kannski vera samtaka í að taka þetta fyrir seinni umræðu alls þar. Það var eitthvað fundur með jöfnunarsjóði sem öllum bæjarfulltrúum að boða á. Er það ekki rétt hjá mér, Magnús, bæjarstjóri? Já. Það sem var verið að skoða svona áhrif þessa nýja frumvarps á okkar sveitarfélag. Þannig að það hefur svo sem bara ekkert eitthvað mikið gerst í þessu frá því að síðustu fundagerðir voru lagðar fram. Það var verið að bíða eftir svari frá ráðherra. Það komið í þessu blað og sitt sýnis hverjum það svar. Það kannski gefur ekki alveg afgerandi svör. En
það er samt búið að segja það að þetta mun ekki skerða framlög til svæðisins ef af sameiningu yrði. En við tökum þetta að sjálfsögðu til umræðu hér áfram þegar það er klárt. Sigursveinn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svo er svona flökkum hér á milli mála, þá langar mig að taka til máls í máli 11.6 sem eru fundargerðir Fasteignafélags Sandgerðis. Og hérna langar aðeins til þess að fara yfir forsögu þess að tillaga nú komið fram frá 2 fulltrúum í Fasteignafélaginu að hefja undirbúning þess að félagið verið lagt niður. Þegar ég kem inn í stjórn Fasteignafélags Sandgerðis í upphafi kjörtímabils sem minnihlutamaður þá kom þá fram að mig minnir á fyrsta eða öðru fundi, ég man ekki hvort það var, hjá Magnús bæjarstjóra sem situr með mér og Antoni Gunnssoni í stjórn félagsins að endurskoðandi félagsins leggi það til að félagið verið lagt niður þar sem að félagið sé orðið skuldlaust og virðisaukaskattskvöð sé ekki lengur fyrir hendi. Vegna þessa að þá lögðum við fram tillögu á síðasta stjórnarfundi sem er svo hljóðandi: stjórn Fasteignafélags Sandgerðis e.h.f. samþykkir að fela endurskoðanda félagsins að hefja undirbúning þess að félagið verið lagt niður með tilvísun í umfjöllun á fundi stjórnar þann 21. janúar 2025. Tillaga að félagið verið lagt niður verði lögð fyrir hluthafafund samanber grein 9.1 í samþykktum fyrir Fasteignafélags Sandgerðis e.h.f. Þannig að hér þessi tillaga var sem samþykkt með 2 atkvæðum Magnúsar og þess sem hér stendur, Sigursveins, og er þá komin ákveðið ferli. Endurskoðandi félagsins hefur þennan undirbúning og að sjálfsögðu kemur þetta þá aftur inn á borð bæjarstjórnar til umræðu og bara þannig að því sé haldið til haga. Takk fyrir. Takk fyrir Sigursveinn. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Já, Elín, gjörðu svo vel. Sæl, ágætu forseti, bæjarstjóri og fundarmenn. Mér langaði að koma hérna upp undir, var ekki 10.6 þarna varðandi fasteignafélagið. 11.6, afsakið. Mér langaði bara svona að koma hérna upp og árétta að Magnús talar að það sé enn greidd vaskur af húsalegu en almennt vaskur alltaf greiddur af húsalegu atvinnuhúsnæðis. Og vaskuð bara gildi í einhver ákveðin ár þangað til hún greidd niður. Þannig að bara árétta það. Takk fyrir Elín. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að leiðrétta Elínu á þessu vegna þess að þegar var hægt að það var búið að gera virðisaukann á þessu húsnæði, þá þurfti ekki og þá var ekki skylda að innheimta vask, sérstaklega af þeim félögum sem ekki voru að innheimta virðisaukaskatt. Það lá alveg fyrir frá skattayfirvöldum á þessu tíma. En á þeim tíma þá var ekki lækkun eigan á móti. Það hélt uppi, leigan hélt uppi og hún var bara vísitöluhækkun, alveg eins og að væri skatturinn var innfallinn. Svona var framkvæmdin á þessu. Þannig að náttúrulega þeir samningar sem voru í gildi áður en virðisaukaskattskuldin var greidd niður, að þá þurfti að innheimta virðisaukaskatt af leigunni. Alveg skilyrðislaust. En mig langar aðeins að koma inn á það er aldrei bannað að sitja hvað menn eru að leggja til En ég lít svo á að
ferli sem að Magnús og Sigursveit setja hérna bókarann í það að hefja vinnu við það að leggja þetta niður. Sko, mér hefði nú fundist að hefði fyrst þurft að koma hér fram á að leggja þetta niður, eða ekki. Á bara að leggja fyrir hlutafund eða hvernig, mér finnst þetta að fara öfugt farið að. Það er byrjað á því að ákveða hvort að ég að leggja sjálfa sig niður. Það er þetta svona öfugt farið. Það er svona allavega mín grundvallar hugsun í þessu. Það kom fram hérna að þegar ég óskaði eftir þess að fundagerðir kæmu inn á fund hjá okkur, að þá þótt ekki ástæðu til að því okkur komið ekki við. Þeir máttu gera það sem þið sýndist að því að þetta var hlutafélag. Stjórnin sæði bara sig. En þegar við erum komnir að því að leggja niður félagið og það farið að taka það inn í afgreiðsluna og setja það inn í fundagerðir, þá er það náttúrulega málefni bæjarstjórnar. Það er svo skrítið að sveitafélagið á allt hlutafélag. Takk fyrir Magnús Sigfús, Magnús Stefánsson, beðum orðið. Já, forseti, sko, þegar voru haldin aðalfundur hluthafafundir í þessu félagi núna væntanlega í vor, þá auðvitað er það eigandans að taka ákvörðun það og leggja til á hluthafafundi sem svo vill til reyndar að það er bara einn hluthafi sem er sveitafélagið. Þá hérna er það auðvitað eigandi sem að ákveður það sjálfur hvort að félagið er lagt niður og það kemur væntanlega fram tillaga það eða samþykkt í bæjarstjórn og bæjarráði að svo verði þegar það kemur. Það er alveg skýrt og hefur alveg komið fram áður. Að stjórnin er ekki að ákveða það að leggja félagið niður. Það er eigandi sem þarf að gera það. Og það er bara ósköp einfalt og það hefur komið fram í umræðum þetta mál. Það verður bara að koma í ljós síðar þegar verður búið til hlutafundar, aðalfundar. Þannig er þetta bara. Takk fyrir Magnús. Fleiri sig hvað þessi ljós, Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 11.6 og sem eru fundagerðir fasteignafélag Sandgerðis. Þetta mál er í rauninni ef við horfum bara á tillöguna sem slíka, það sem að ég sem formaður og fulltrúi B-lista legg fram tillögu það að það sé ákveðin framtíðarsýn í sveitafélaginu, eins og ég hef margoft sagt hérna í þessu púlti að við erum ört stækkandi sveitafélag sem kallar á aukna þjónustu við íbúana. Þetta húsnæði á Miðnestorgi 3 Varðan sem að fasteignafélag Sandgerðis er með yfiráð yfir ákveðnum hluta inn í fasteigninni hefur bara helling að segja í þeim þáttum hvernig við ætlum að byggja upp hérna samfélagi. Þetta eru gríðarlega dýri fermetrar sem að eru þarna undir. Þetta er eitt glæsilegasta hús í sveitafélaginu. Og ætlum við að nýta þetta húsnæði með þessum hætti. Það er það sem ég er að reyna að kalla fram í umræðinu hérna. Leggja niður félagi, já, það verður það bara lagt niður, en ég er að reyna að kalla fram hérna umræðu framtíðarsýn, Ég er ekki að horfa bara hvað við erum að fara að gera í vor eða í sumar eða í haust. Ég er að tala það að hérna eru áhugasamir aðilar sem hafa áhuga á því að koma í sveitafélagið með verslun og þjónustu. Við erum að fá heilsugæslu í húsið, við erum með veitingaraðilega inni sem að hefur ítrekað kallað eftir auknu rými til að gera eitthvað meira, mögulega opna eitthvað annað. Og það eru fermetrar þarna í húsinu sem eru vannýttir.
Ég hef persónulega fengið fyrirspurnir apótek, hvort að sveitarfélagið sé tilbúið að leigja þetta undir apótek, fataverslun, alls konar svona hugmyndir sem í gangi og mér finnst eins og snýra tillögu Framsóknar um rökstuðningu og í greinargerð í tillögunni að þetta bara í hagræðing sko svona í nýtingu eigna og við getum fært jafnvel starfsemi sem við erum með nú þegar. Við höfum verið að tala hluti að færa alla stjórnsýslun undir eitt þak, þar losnar hellingsrými sem mikið framfaraskref að fá stjórnsýslun alla undir eitt þak. Og með að veita íbúunum þessa þjónustu, ég ekkert að segja það að það ég handvelja einhverja aðila til þess að fara þarna inn. Ég myndi bara vilja að þetta kringum 300 fermetra sem ræðir. Ég væri til að sjá bara að þetta rými hreinlega bara auglýst til leigu undir verslun og þjónustu. Það gríðarleg lyftistöng fyrir samfélagið að fá hérna aukna þjónustu og hérna losa í húsinu. Það hugmyndafræðin á bak við tillöguna. Svo varðandi að leggja fasteignafélagið niður, það allt annar hlutur. Menn þurfa bara að vanda til verka hvernig það gert. Að það sé gert með réttum hætti. Þannig að sko, ég vildi bara aðeins svona opna á þetta, að menn horfi aðeins víðar á þetta, að eins og ég að tala bara í þessu samhengi. Við erum vaxandi sveitarfélag, það kallar á aukna þjónustu, það eru aðilar sem vilja koma hingað og það okkar ábyrgð sem að förum með þessi rými og þessar eignir að reyna að koma því þannig fyrir að hér sé húsnæði nýtt með hagkvæmum hætti og þjónusti íbúa sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Ég meina aðeins að bregðast við hérna varðandi þessa umræðu sem spratt núna upp, varðandi framtíðarsýn og áhugasama aðila að þessu húsnæði sem bara þetta mjög jákvætt og ég bara fagna þeirri umræðum og vonast til að það komi þá fram í bæjarráði til umræðu jafnvel að hérna ef það eru svona áhugasamir aðilar eitthvað atvinnuhúsnæði hérna hjá okkur. Varðandi þetta með stjórnsýslun undir eitt þak, það auðvitað í málefnasamningu meirihlutans núna, það mál í einhverju vinslu eða fer í vinslu, þannig að það geti líka sprottið eitthvað annað í kjölfarið og þegar það fyrir stað. Þannig að hérna, ég held að við sem öll sammála því að við þurfum að huga til framtíðar hvað var húsnæði og uppbyggingu hérna í sveitarfélaginu okkar. En Einarjón, þú bauðum orðið. Forseti getur bæjarfulltrúar. Ég hef nú veltið fyrir mér hvort að ég þurfi nú að gera eins og sumir bæjarfulltrúar hérna við borðið og kalla kannski eftir fleiri fundagerðum bara til að komast að því hvenær þetta kom fram á fundum fasteignafélagsins að áhugasamir aðilar vildu komast inn í húsið. Það hafi verið ástæða kannski fyrir því að ákveðið var að rifta bara leigusamningi við Taramar sem að vill til að við eigum líka hluta fyrir því eins og kannski kom fram í málum Magnúsar í þaðan og höfum staðið bakvið og talandi að deila hugmyndum og koma þessu fram, þá hefur bara verið mjög áhugasamur það sem að bæjarfulltrúi Anton að benda núna og bara frábært. Og ef ég fengi svona hugmyndir þá myndi ég nú bara beina þeim aðilum í samband við stjórn fasteignafélagsins til þess að hægt sé kannski þá að gera eitthvað breytingar. Ég verð að viðurkenna það eftir að hafa lesið þessar fundagerðir þá ekki neitt í þeim sem að segja að það bíði menn á kantinum að koma þarna inn. En ég fagna því ef svo og það verður bara gott fyrir meirihlutann að fá þær upplýsingar fram. En sem betur fer þá eru aðilar þarna inni og ég fagna því náttúrulega að við gátum hleypt Höllu þarna inn. Bara frábært að hún sé með starfsemi í sveitarfélaginu. En það ekki rétt að taka umræðan hvað á að vera þarna áður fyrir að
segja ykkurum upp og henda honum út fyrir ykkurar hugmyndir sem mögulega, hugsanlega kannski eru í framöndan. Þú er þetta einu án Anton, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að benda bæjarfulltrúa Einari Jóni Pálssyni á það að það er engin leigusamningur í gildi, hann er löngu útrunninn. Hann rennur út 2021 og félagið sem er þarna inni er stór skuld við bæjarsjóð. Þannig að menn skulu aðeins svona skoða hlutina með öðrum hætti áður að fara fullir á svona hluti. Það er bara þannig að hlutinir eru ekki réttir þarna inni. Samningurinn rennur út 31. desember 2021 og er útrunninn. Og félagið skuldar stórar fjárhæðir í bæjarsjóð. Takk fyrir Anton, fleiri sem þessu hljós, þessum lið. Magnús Vigfús, þú varst rétt að benda ekki? Já, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég held við myndum nú ekki fara að ræða hérna einstaka leigjanda. Það hefði mátt gera það með einhverjum öðrum hætti en það sem að menn fara nú kvast hérna með hluti og þá kannski komist við ekki hjá því að ræða einstaka aðila. Ég hefði nú viljað að það veri gert með öðrum hætti en það er tillaga sem að kemur fram í fundargerðinni að gera leigusamning til 1 árs við viðkomandi aðila og það var samþykkt á þessum viðkomandi fundi. Og þá velti maður fyrir sér þegar að leigusamningurinn er runnin út og ekki gildi þá hefur náttúrulega orðið einhver handvömm á því af hverju það er með þeim hætti að það skuli ekki vera að búa endurnýjan. En hérna kemur greinargerð með þessari tillögu sem að var flutt og þá kemur hérna leigusamningur Fasteignafélags Sandgerðis e.h.f. við Taramar e.h.f. dagsettur 8. júlí 2016 var hann tímabundinn til 31.12.21. Þar sem samningurinn var ekki endurnýjaður eða framlengdur er litið svo á að samkvæmt húsaleigulögum að samningurinn sé í gildi og sé uppsegjanlegur með 12 mánaða fyrirvara. Í stað þess að segja upp leigusamningum með 12 mánaða fyrirvara þykir okkur eðlilegt að gera nýja leigusamning til 1 árs í ljósi langrar viðskiptasögu okkar við leigutaka. Heppilegra er að gera nýjan tímabundinn leigusamning í stað uppsagnar í ljósi þess að leigutaki skuldar eldri húsaleigu. Verði eldri leiguskuld ekki gerð upp inn á 6 mánaða frá undirritun nýs leigusamnings getur leigusali sagt upp fyrirvaralaust. Þetta er greinargerðin sem að fylgdi með breytingatillögunni sem að var inn í fundargerðinni og í mínum huga er hún alls ekki slæm. En ef við ætlum að gera leigusamning við félag sem hefur komið fram að er skulda mikið, hvar eru þá staddir? Þess vegna sagði ég áðan að það væri gott ef við sem eigendur að partur af þessu félagi að við fengjum stöðu á fyrirbærinu hvernig það stendur. Ég er nú líka viðskiptaaðili við þetta félag og veit svona pínlítið hvernig staðan er þar. Þannig að ég held við þurfum aðeins að velta hlutunum pínulítið fyrir okkur. Og mér finnst svolítið skrítið þegar við komum
með hérna sko, við undirritun nýs leigusamnings getur leigusali sagt upp samningi fyrirvaralaust. Bara burtu með hann fyrirvaralaust. Bara samningur útrunnin ef hann greiðir ekki. Það er eina gilda ástæðan sem við getum gert ef þetta er svona. Það er ekki verið að tala að við séum að ráðast að einhverju. Það hlýtur að vera að við þurfum að nýta húsnæðið okkar með einhverjum frambærilegum hætti. Það er bara svoleiðis. Takk fyrir Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð bæjarráðs. Nú, ef ekki þá er fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram og við höldum áfram. Það er 12. mál dagskrá fræðsluráð síðan 21. febrúar. Ekki orðið laust fundargerðina. Nú er engin kveða sér ljós þá fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram og þá er það íþrótta- og tómstundaráð. Síðan 19. febrúar, 27. fundur, ekki orðið laust fundargerðina. Ef engin kveða sér ljós þá er fundargerðin hér lögð fram. Ungmennaráð, fundur síðan 14. febrúar, ekki orðið laust fundargerðina. Ef engin kveða sér ljós þá er hún hér að öðru leyti lögð fram. Þá er það 15. mál á dagskrá. 61. fundur framkvæmda skipulagsráðs síðan 27. febrúar, ekki orðið laust fundargerðina. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég ætla nú bara lýsa ánægju minni yfir þessari úthlutun sem að fór fram hana á þessum fundi. Það er svo langur fundur, maður verður að fletta þessu alveg. Ég er búinn að vera að ræða mikið úthlutunar á lóðum í Sandgerði, hlutan af bæjargarðanum okkar og þess vegna lýsi ég ánægju minni yfir því að þetta skuli vera komið í framkvæmd núna. Við erum að úthluta lóðum og það er allt upp í það að vera 43 umsóknir lóð. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið mikið merki það að það er vöntun á lóðum. Og við skulum búin að vera að sýta á þessu að mínu mati í nærri heilt ár. Við fengum upplýsingar það að það var landamál sem var að síðast og það var alveg skiljanlegt að það þurfa að klára það. En veltum öðrum þáttum fyrir okkur að þetta er deiliskipulagt 2019 til 2020 og þá lá alveg fyrir hver átti þetta land. En við höfum ekki að ræða það nærri strax til að fá yfirráð yfir landinu þegar við fórum að deiliskipuleggja. Þannig að þetta er svolítið sérstakt. En auðvitað verðum við að tala núið og það ber að fagna því að þetta skuli koma út með þessum hætti. Að einbýlishús á lóðurnar þá verður þetta svona 6 til, það er svona frá 6 til 7 sem er að sækja þetta. 5 til 7 að sækja einbýlishús á lóðurnar en samt verða 3 lóðir út undan sem þannig að menn hafi ekki Þannig að allir hafi fengið ef ég skil úthlutunina rétt þó að þá hafa menn sótt fleiri en eina lóð til að vera tryggir að fá úthlutun. En þá spyr maður sig að því, er þá ekki eðlilegt að við skulum reyna að virka meira
að halda áfram við það hverfi sem við erum annað með, að keyra þetta svolítið áfram. Ég held að sé alveg nauðsynlegt að gera það með einhverjum hætti. Allavega hef ég rætt þarna við framkvæmdaraðilana sem að það stendur ekki á þeim, þannig að það þá að gera einhvers konar samkomulag við mennum áframhaldið. Þannig að ég held að það sé alveg nauðsynlegt. Við vorum alveg eins með hér í Klappa- og Teigahverfinu, ef maður rétt að þá voru þar allt upp í 40 umsóknir þar líka lóðir. Þannig að ég held að við hljótum að þurfa að velta fyrir okkur þessum hlutum að halda áfram uppbyggingunni á lóðunum. Nú, við erum að verða uppiskorpa með lóðir í Skerjahverfinu. Það þarf að deiliskipuleggja eitthvað nýtt svæði suður frá. Það tekur vissan tíma. Þannig að ég held við hljótum að þurfa að hugsa þetta svolítið víðar. En ég fagna bara þessu að þetta skuli vera komið og komið á þennan rekspöl. Takk fyrir Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð. Einar Jón, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka Magnúsi fyrir umræðina og tek undir með honum að það er ánægjulegt hver margir sækja og greinilegt að þörfin er. Og við munum halda áfram að úthluta eða útbúa lóðir og því bara til staðfestinga að vísa þið bara í fjárhagsáætlun okkar. Það sem er gert ráð fyrir bæði gatnagerð og því slíku bæði í Klappa- og Teigahverfi 3. áfanga og einnig í Skerjahverfinu 3. áfanga. Þannig að auðvitað er þetta að há því bara að fá heimild hjá bæjarráði fyrir fjármagni. En þetta er í samkvæmt áætlun okkar, þá er þetta svona fyrir 25. Þannig að vonandi höldum við bara áfram þessari vegferð og enda virðist allavega áhuginn fyrir lóðum vera mikill. Takk fyrir þetta, Einar Jón. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð. Ef ekki, þá höldum við áfram mál 16. Það er fundargerð síðan 2024 frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga síðan 13.12. Gef orðið laust fundargerðina. Ef ekki kveða sér hljóðs, þá fundargerðin hér lögð fram. Það var 17. mál, það eru fundargerðir Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga síðan 2025. Gef orðið laust fundargerðirnar. Ef ekki kveða sér hljóðs, þá eru þær lagðar hér fram. Það var Samband Sveitarfélaga á Suðurnesjum. 809. fundur, síðan 13. febrúar, gef orðið laust fundargerðina. Ekki kveða sér hljóðs, þá fundargerðina hérna lögð fram. Þá er það Heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundur síðan 29. janúar síðastliðinn, gef orðið laust fundargerðina. Ef ekki kveða sér hljóðs, þá er hún hér lögð fram. Þá er það Þekkingarsetur Suðurnesja, fundur síðan 20. febrúar, 55. fundur, ekki orðið laust fundargerðina. Ef ekki kveða sér hljóðs, þá er fundargerðin hér lögð fram. Þá erum við komin að svæðisskipulag Suðurnesja, 51. fundur síðan 13. febrúar síðastliðinn, ekki orðið laust. Ef enginn kveða sér hljóðs, þá er fundargerðin hér öðru leyti lögð fram. Þá er það Brunavarnir Suðurnesja, síðan 20. febrúar, 90. fundur, ekki orðið laust fundargerðina. Ef enginn kveða sér hljóðs, þá er hún hérna lögð fram. Síðasta mál á dagskrá er Almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, fundargerð síðan 27. febrúar og ég orðið laust fundargerðina. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir fundargerð Almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur og ég sé að það hefur verið fundur þar 27. febrúar og mér sýnist að Árni Gísli hafi mætt sem staðgengil bæjarstjóra ef ég les rétt í þetta. Mér langaði bara að koma hérna upp undir þessum lið. Þeir atburðir sem hafa verið hér í sveitarfélaginu okkar síðustu daga, þeir hafa verið bara hreint út sagt rosalegir.
sem snýr að sjávarflóðum og þetta mál bara graf alvarlegt og við sjáum það bara bæði í Garði og í Sandgerði og í milli í Nátthaga hvernig þetta er bara hrikalegt og ég veit að við höfum verið sem sveitarfélag að berjast fyrir því í mörg ár að fá aukið fé frá ríkinu í gegnum samgönguáætlun til að auka fjármuni í sjóvarnir og í mínum huga þá verður ríkisstjórn Íslands að auka fjárveitingar í varnir gegn sjávarflóðum án tafar og þetta ekki aðeins brýnt hagsmunamál heldur einnig lífsnauðsynlegt fyrir öryggi og framtíðar að fjölda byggða bara við sjávarströndina og þar með okkar sveitarfélags. Þannig að ég vil eiginlega bara að segja það að aðgerðaleysi einfaldlega ekki í boði í þessum efnum og ég óska bara eftir því að fulltrúar okkar í almannavarnanefndinni taki þetta mál á dagskrá bara til þess að fá umræðuna og fá slagkraftinn frá öðrum fulltrúum inn í nefndinni út af þetta í rauninni almannavarnamál, þetta mál. Og þannig að ég óska bara eftir því að þeir fulltrúar sem eru hér eða Magnús eða Árni fari með þetta mál inn á fundin og ræði það efnislega á þessum vettvangi. Takk. Takk fyrir Anton, Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, tek alveg undir það með Antoni bæjarfulltrúa. Þetta grafalvarleg mál og ég vil líka minna það eins og reynda kom fram í honum að Suðurnesjabær búin að vera í mörg ára að berjast fyrir því að fá aukið fjármagn í þessar sjóvarnir. Síðast þegar samgönguáætlun var í vinnslu í þinginu 2022, það komið 3 ár síðan að verða, að þá sendum við umsögn sveitarfélagið þar sem við lögðum til að það tekin 13 eða 14 verkefni inn á samgönguáætlun. Niðurstaðan var svo á þeim tíma að þeir sem réðu ferðinni þeir tóku 5 verkefni inn á samgönguáætlun. Við höfum margoft rætt þetta á öllum vettvangi sem við höfum haft tækifæri til og lagt á það áherslu að þetta sé stór mál til framtíðar og nútíðar reyndar. Við þekkjum það bara frá því síðust helgi. Og ég vil bara ítreka það að það verður ekki staðið á hvorki kjörnum fulltrúum eða starfsmönnum sveitarfélagsins að reyna að berja það í gegn að fá aukið fjármagn til þess að fara í þessi verkefni. Það er algjörlega skýrt og við höfum meira að segja, eða ég, svo ég segi það nú bara, sjálfur brenn fyrir þessu máli. Og það er margoft komið fram, vegna þess að ég ger mig fulla grein fyrir því hvaða vá hangandi yfir okkur til framtíðar. Og ég vísa meðal annars í umfjöllun sérfræðinga sem ég sá á netinu í dag. Bara af hverju þetta að ske. Og þetta bara eitthvað sem er bara veruleiki. Og ég tók þetta mál upp á títtnefndum fundi með ríkisstjórninni síðasta föstudag. Og ég hef átt verið við ráðherra samgöngumála 2 sinnum síðan þetta mál, vegagerðina. Við höfum verið bara á fullu núna síðan þetta kom upp að vekja athygli á málunum og beita okkur fyrir því að það gerist eitthvað í þessu. Þetta er alveg ferleg stað að horfa upp á. Að hér eru bara mörgum svæðum í Suðurnesjabæ flæðir sjór upp á land. Meðan strandlengjan er rúmlega 30 km löng í Suðurnesjabæ og það eru fjölmargir staðir þar sem er bara flóðahætta. Og það eru fjölmargir staðir sem við erum með sjóvarnir þar sem varnirnar hafa látið á sjá og þarf bara virkilega að fara í að gera við þær og laga þær, þannig að það er haldi. Við höfum líka verið að berjast fyrir því að fá endurbætur á sjóvarnargarðinum í Sandgerðishöfn, þeim syðri, sem var farin að riðlast fyrir 3, 4, 5 árum eða hvað það er. Við erum búin að vera að ýta á það. Vandinn sá að það, svo samgönguáætlun sem lá fyrir þinginu, hún var aldrei afgreidd á síðast ári, þannig að það er engar heimildir. Þetta er náttúrulega grafalvarleg staða. Og við sáum það bara núna helgina þegar veðrið var sem verst og sjógangurinn sem mestur. Varnargarðurinn hafnar, Sandgerðishafnar, hann bara riðlaðist meira. Og með þess að þannig að allt laust efni í garðinum hefur flotið út, það er bara hann lekur í gegn af því að vörnin hefur riðlast. Þetta er bara einfalt. Og það er bara ófært akandi til dæmis bara olíubílum sem þurfa að fylla á
olíutankara sem þarna fremst á garðinu. Það bara ófært, af því að allt laust efni hefur skolast úr garðinu. Og við höfum verið að berjast í því að Vegagerðin bjóði þetta verkefni út og hefur farið í að laga hana garð. Þetta gengur ekkert svona. Við erum með gríðarleg verðmæti í höfninni í formi báta sem að höfnin á að verja og þessi sjóvarnargarðar. Þannig að það stendur ekki á okkur í þessu. Ég ætla bara að fullvissa bæjarstjórnin það. Og við erum búin að vera núna síðan fyrir helgi í sambandi við alls konar aðila í kerfinu til að reyna að fá eitthvað gert í þessu. Og þetta er bara grafalvarlegt og við höfum til dæmis gagnrýnt það að í samgönguáætlun er gert ráð fyrir 150 milljónum krónur sjóvarnir á öllu landinu. Við höfum gagnrýnt að þetta sé ekki nóg fjármagn, en við höfum bara því miður fengið þau svör á Vegagerðinni að þetta sé nú bara ágætt. Það er bara ekkert rétt. Við getum alveg notað 100 milljónur á ári næstu 10 árum bara í Suðurnesjabæ til að koma þessu hlutum í lag. Þannig að stærðargráðan er svona. Og ég vil líka nefna það að ég hef sjálfur talað fyrir því að sjávarflóð séu skilgreind með sama hætti og snjóflóð, aurflóð og hraunflóð. Og þetta er alltaf fallundi náttúruhamfara eitthvað, sjóðu eða hvað á að kalla. Því það vantar fjármagn í þetta til að verjast þessu flóðum sem við sjáum bara núna og þetta mun bara þyngjast eftir því sem að framlíður. Það er alveg ljóst. Þannig að og ég hafði nú í samtali við formann Bæjarráðs gert ráð fyrir því að taka þetta mál á dagskrá Bæjarráðs í næstu viku, þar sem við ætlum að reyna að hnoða saman einhverju minnisblaði þetta. Og Bæjarráð þarf bara hreinlega að bóka, senda frá sér ályktun þessi mál. Þannig að það líka alveg fyrir. Ég mun allavega og í samráði við formann Bæjarráðs taka þetta mál á dagskrá. Þar sem við munum bara leggja þetta fyrir. En ég þakka bæjarfulltrúa Antonu fyrir að hreyfa málinu núna, hér, full ástæða til. Og auðvitað tekið undir það, þetta er almannavarnamál, þetta eru náttúruhamfarir. Þannig að við skulum bara hafa það í huga að taka málið til umræðu það líka. En við þurfum bara að taka líka okkar snúning á þessu, bara með fullu afli. Takk. Takk fyrir þetta Magnús, þess að virkilega góð yfirferð á þessu máli og ég held að það sé nú ekki annað hægt en að hrósa starfsfólki bæjarins fyrir það hvernig þeir hafa tekið á þessu máli og auðvitað bæjarfulltrúum og við höfum verið samstíðið því að þetta er eitthvað sem þarf virkilega að taka hendinni til í, engin spurning og vonum að það gangi vel. Eru fleiri sem kveður sér hljóðs undir þessari fundingu? Magnús Sigfús. Já, það er kannski ekki beint undir þessar fundagerð, heldur undir þessum lið almannavarnir í byggðarlaginu. Og við getum ekki annað sagt en það að bæjarstjórinn okkar á alveg heiðurskýli hvernig hann hefur staðið að málflutningi í kringum þessa hluti. Ekki bara núna, heldur líka fyrir 3 árum. Og við eigum málgagn þetta sem var gert þá, að þá var tekið GPS-mæling af hæðunum á þessu og þar er rökstuðningurinn fyrir hver breytingin verður. Það var einn sem hringdi í mig í morgun og bara fyrir neðan landinu hjá honum þá voru svona 4 metrar sem hurfu bara úr landinu hjá honum. Þar var ekki garður, heldur var bara sandhólarnir með sandgræðslunni yfir. Þannig að það brotnaði líka mikið úr landinu. Fyrir utan það að þetta eru náttúrulega allt saman meira og minna garðar sem voru settur upp fyrir 20-30 árum. Og auðvitað þarf eitthvað að endurraða þessu og laga þetta til. Það gefur alveg auga leið. Við sáum bara að aðgerðirnar sem voru gerðar hérna í garðinum, að þær héldu og það hlýtur að vera alveg sama sem við þurfum að gera á öðrum stöðum. En það sem ég hef mestar áhyggjur af, það er hafnarsvæðið okkar. Það er svona 15 ár sem ég tók eftir því
að suðurgarðurinn er fann að síga og svo þegar þið komið núna þá sjáum við að hann hefur síið líklega um heila meter niður. Grjóthlaðningin alveg hreint frá miðjum garðinum og alveg út að enda. Svo í vesturhlutanum sem snýr í vestur, þar er allt fínaefni horfið úr. Þannig að þegar aldan skellur á grjótinu þá bara fer hún eins og straumur í gegn. Og þar er allt komið í stór hættu innan dyra. En ég held að við þurfum að taka þetta með miklu víðara hættu og reyna að lemja á þeim áfram. Og ég held við gerum það bara ef við gerum það saman, þá getum við tekið þátt í þessu. Þetta er alveg með ólíkindum, þetta eru bara hamfarir. Og ekkert öðruvísi. Takk fyrir þetta, Magnús Vigfús. Fleiri sem kveða sér ljós, Einar Jón Björnsson. Já, Bórstíkir bæjarfulltrúar bara örstutt og bara þakka fyrir umræðan hjá bæjarfulltrúar Anton þetta mál og þeir sem hafa tekið til máls. Ég vil bara ítreka og benda ykkur á frábæra myndatöku hjá blaðamanni Víkurfrétta, hún er Hilmari Braga, sem hann tók á laugardaginn með dróna. Það er hálftíma myndband inn á síðunni hjá þeim. Svo veit ég hann búinn að taka aftur myndband eftir það. Virkilega vel skotið, ef ég má segja svo, myndband sem sýnir nákvæmlega þetta, hvernig þetta er. Og er mjög gott auka gagn ofan á þetta flug sem við létum fljúga fyrir einhverjum 3 árum síðan. Og það er rosalega merkilegt að skoða hvernig svo varnargarðurinn út við nýlendu er að virka. Það sé svo vel í myndbandinu að þrátt fyrir að það fari mikið vatnandi inn, að þá flæðir undan varnargarðinum ákveðnu stað, eins og foss út. Og það er akkúrat þannig sem hann átti að virka. Það er svo gaman að sjá þetta í þessu myndbandi hvernig þetta er. En þetta er bara mjög alvarleg staða í kringum Nátthaga og bara líka fyrir neðan, ef ég með orðaði, fyrir neðan miðtún í Sandgerði. Hvernig það liggur þar og inn að sjávargötunni í allstaðar. Það gengur alveg svakalega þar yfir. En ég bara hvetja menn til þess að þá sem er að hlusta líka að vilja skoða þetta bara að horfa á myndband hjá honum Hilmar Braga, hann á heiðurskilið fyrir þetta og ég veit að starfsmenn bæjarins hafa nú verið í sambandi við hann til þess að fá að nota þetta myndband fyrir sveitarfélagið. Því að við þurfum að herja á vegagerðina eins og hér er sagt og saman gerum við það. Takk fyrir þetta, Einar Jón. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundagerð? Nú, ef ekki, þá er bara fundagerðin að leita lögð fram og dagskrá er tæmt og komið að lestri fundagerðar. Árni Gísli, tilbúin. Já, við hingurum. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Þá er komið að því að lesa fundagerðina. Það er fundagerð 78. fundar bæjarstjórnar miðvikudaginn 5. mars 2025 kl. 17:30. Fundinn sátu Jónína Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Magnús Vigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Magnús Stefánsson og Árni Gísli Árnason ritaði fundagerð. Dagskrármál nr. 1, sérstakur húsnæðisstuðningur. Þar var málið afgreitt á þann veg að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Annað dagskrármál styrkir til félagasamtaka vegna fasteignagjalda. Það var afgreitt á þann veg að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Dagskrármál nr. 3, umsagnarbeiðni tækifærisleyfi til áfengisveitinga. Þar var afgreiðsla þess máls að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Dagskrármál nr. 4, umsagnarbeiðni veitingaleyfi í flokki C.
Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Dagskrármál númer 5, skráningadagar í leikskólum Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls MSM og Magnús Sigfús Magnússon lagði til að umræðu afgreiðslu málsins verði frestað á fundunum, meðal annars vegna þess að minnisblaði málið merkt trúnaðarmál. Tillagan var felld með 6 atkvæðum fulltrúa D, O og S-lista. Magnús Sigfús Magnússon greiddi atkvæði með tillögunni og fulltrúar B-lista sátu hjá. Afgreiðsla þess máls var afgreiðsla bæjarráðs og samþykkt með 8 atkvæðum bæjarfulltrúa B, G, O og S-lista. Bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon greiddi atkvæði á móti. Dagskrármál númer 6. Samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar, endurskoðun 2025. Þar tóku til máls AKG, SBJ, JM, MSM, UMG og EJP. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt með 6 atkvæðum bæjarfulltrúa D, O og S-lista. Bæjarfulltrúa B-lista og bæjarfulltrúa Magnús Sigfús Magnússon greiddu atkvæði á móti. Dagskrármál númer 7, fjárhagsáætlun 2025-2028. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt með 7 atkvæðum, enda látum vita ef einhver athugasemdir eru eftir að ég er búinn að lesa fundargerðina. Þetta gekk frekar hratt þarna á tíma. Samþykkt með 7 atkvæðum bæjarfulltrúa, það er ekki rétt. Þetta voru 6 atkvæðum bæjarfulltrúa D, O og S-lista. Og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon, 7 atkvæðum bæjarfulltrúa D, O og S-lista og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon, bæjarfulltrúi B-lista sátu hjá. 8. dagskrármál, framtíðarsjóður sveitarfélags Skarðs. Þar var ekki umræða, en afgreiðsla þess máls var afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt með 8 atkvæðum bæjarfulltrúa B, D, O og S-lista. Afgreiðsla bæjarráðs? Var það framtíðarsjóður? Já, það... Já, fyrirgefðu. Já, reyðist það. Eftir lestri er lokið og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon satt hjá. HES samþykkt umgengni og þrif utanhús. Afgreiðsla þess máls var það samþykkt samhliða staðfesta samþykkt umgengni og þrifna utanhús. Þá er það 10. dagskrármál bæjarráð, fundur númer 159. Þar tóku til máls MS, MSM, AKG og JM. Afgreiðsla þess máls var það var lagt fram eða þeirra fundagerða. 11. dagskrármál, það var bæjarráð, fundur númer 160. Þar tóku til máls MSM, AKG, EJP, JM, SBJ, EF og MS. Og fundagerðin var lögð fram. 12. dagskrármál, það var fræðsluráð, fundur 52. Þar var fundagerð lögð fram. 13. dagskrármál, íþrótta- og tómstúráð, fundur 27. Það var fundagerð lögð fram. 14. dagskrármál, ungmennaráð, 18. fundur, þar var fundagerð lögð fram. 15. dagskrármál, framkvæmda skipulagsráð, fundur númer 61. Þar tók til máls MSM og EJP, annars var fundagerð lögð fram. 16. dagskrármál, samband íslenska sveitarfélaga, fundagerð 2024, fundur númer 960, fundagerð var lögð fram. 17. dagskrármál, samband íslenska sveitarfélaga, fundagerð 2025, þar voru fundagerðir lagðar fram. Dagskrármál númer 18, samband sveitarfélaga Suðurnesjum, fundagerð 2025, þar var fundagerð lögð fram, fundar númer 809. 19. dagskrármál, heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundagerð 2025, þar var, fór hérna aðeins blaðið frá mér, ok. Það er fundur númer 315 og fundagerð var lögð fram. Dagskrármál númer 20, þekkingarsetur Suðurnesja, fundagerð 2025. Þar var fundur 55 lagður fram. 21. dagskrármál, svæðaskipulag Suðurnesja, fundagerð 2025. Á 51. fundur og fundagerð lögð fram.
22. dagskrármál Brunavarnir Suðurnesja fundargerð 2025 á fundinum 90 og fundargerð lögð fram. 23. dagskrármál Almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur fundargerðir, það var fundur nr. 76 tekið fyrir og þar tóku til máls AKG, MS, JM, MSM og EJT, fundargerð lögð fram. 73. fundur ekki? 73. fundur, já. Og endilega komið þá athugasemdir til mín. Já, einmitt. Eru athugasemdir við fundargerðina? Nú, ef ekki þá telst hún samþykkt. Ég þakka kærlega fyrir fundin og fundi slitið 1935.